Kvöld eitt voru Hinrik og Gyrðir einir með Jakobi. Þótt feita eftirlitsmanninum var orðið hlýtt til hans, notuðu hinar eimreiðarnar hvert tækifæri til að minnast á skóreimar. Manstu þegar það þurfti skóreim til að bjarga þér úr klípu, Jakob, sögðu þær. Jakob reyndi að hefna sín með því að minnast á eimreiðar sem voru lokaðir inn í göngum og bíluði í miðjum brekkum, en þeir hlustuðu ekki. Þú talar of mikið, Jakob litli, sagði Gyrðir. Glæsileg og hraust eimreið eins og ég hefur frá einhverju að segja. Ég eina eimreiðin sem getur dregið hraðlestina. Þegar ég geri það þarf ekki 2 eimreiðar, pæliði því. Ég hef dregið hraðlestina árum saman og aldrei vilst á leiðinni. Ég virðist rata þetta af eðlisávísun. Allar eimreiðar vita auðvitað að teinaverðir á ákveðnum stöðum sjá skiptisporin svo lestir fari inn á rétta teina, en Gyrðir var svo hreykinn að hann gleymdi því. Vaknaðu, Jakob, sagði Gyrðir næsta dag. Hraðlestin að leggja af stað. Hvað ætlað þú að gera? Vera í snatti? Ó jæja, einhver staðar verður að byrja. Stökktu nú og sæktu vagnana mína og vertu röskur. Jakob fór að sækja vagnana fyrir Gyrði. Þeir voru allir skínandi og nýmálaðir. Hann gætti þess að þeir yrðu ekki fyrir hnjaski og þeir eltu hann prúðir inn á brautarstöðina leið og þeir sungu. Við erum að fara í ferðalag. Mikið vildi ég fara með ykkur, sagði Jakob. Mér þætti frábært að draga hraðlestina og þjóta teinana. Gyrðir bakkaði nú upp að lestinni með miklum látum og fyrirgangi. Feiti eftirlitsmaðurinn var borð ásamt fullt af merkis fólki. Leið og þeir heyrðu vörðin blása í flautuna lagði Gyrðir af stað. Sjáiði mig, másaðan og vagnarnir runnu á eftir honum. Púp, 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 bless Jakob litli, sjáumst á morgun. Jakob horfði á eftir lestinni hverfa og fór svo að vinna. Hann ýtti kolavögnum á rétt hliðarspor og fór svo og sótti vagna fyrir aðra lest. Ekki var hann fyrr kominn með vagnana að brautarpallinum en hann heyrði sorgarhljóð. Þar var Gyrðir að reyna að laumast inn á stöðina þannig að lítið bæri á. Sæll Gyrðir, sagði Jakob, morgundagurinn kominn? Gyrðir svaraði ekki, heldur sleppti út gufu máttleysislega. Viltistu á leiðinni, Gyrðir? Spurði Jakob. Það var vilt fyrir mér. Mér var skipt af aðalsporinu yfir á hringsporið. Ég varð að fara stóran hring og koma aftur tilbaka. Kannski var það eðlisávísun, sagði Jakob. Á sama tíma þustu farþegarnir að miðasölunni. Við viljum fá endurgreitt, hrópuðu þeir. En feiti eftirlitsmaðurinn prílaði upp á farangursvagn og blés í flautu varðarins og hátt að allir þögnuðu og litu á hann. Hann lofaði þeim nýrri lest á svipstundu. Gyrðir, getur það ekki, sagði hann. Vilt þú draga lestina fyrir okkur, Jakob? Já, herra, ég skal reyna. Og þá var Jakob tengdur við og allir fóru borð. Gerðu þitt besta, Jakob, sagði feiti eftirlitsmaðurinn. Áfram, áfram, stundi Jakob. Þú dregur okkur vel, sungu vagnarnir. Brýr og lestarstöðvar þutu hjá. Farþegarnir fögnuðu og fljótt komu þeir á stöðina. Allir þökkuðu Jakobi kærlega fyrir sig og feita eftirlitsmanninu fannst mikið til koma. Vel af sér vikið, sagði hann. Myndirðu einhvern tímann vilja draga hraðlestina? Já, takk, svaraði Jakob. Daginn eftir var Gyrðir að ýta kolavögnum þegar Jakob sá hann. Ég langaði bara að breyta aðeins til, sagði hann. Ég að kenna kolavögnunum mannasiði. Þú stóðst þig vel með farþegalestina, mér sagt. Gott, við skulum sýna þeim. Og hann rak kolavagnana harkalega saman. Jakob og Gyrðir núna góðir vinir. Stundum dregur Jakob hraðlestina svo Gyrðir geti hvílt sig og Gyrðir minnist aldrei framar á skóreimar og þeir samdóma í áliti sínu á kolavögnum.